Sjúkrahúsið á Akureyri gegnir mikilvægu hlutverki í tengslum við COVID-skimanir. Veirurannsóknastofa var sett upp enda sjúkrahúsið á Akureyri varasjúkrahús landsins. Þessi rannsóknastofa fékk þó lítinn hljómgrunn hjá yfirvöldum í fyrstu. Inga Stella Pétursdóttir fer fyrir rannsóknastofunni og hún er gestur í landsbyggðum. Inga Stella, þegar að COVID-ið skall á heimsbyggðina norður á Akureyri, þá var í raun og veru engin veirurannsóknastofa til staðar sem að þurfti í raun og veru. Nei, hún var ekki til, bara fyrir sunnan. Hvaða ferli fór þá í gang hjá ykkur eða var talið nauðsynlegt að hafa rannsóknastofu fyrir norðan? Það var ekki talið nauðsynlegt í upphafi, þeir töldu að þeir myndu bara sinna þessu fyrir sunnan. En svo náttúrulega bara fóru samgöngur í klessu, það var nánast ekkert flug og veðrið þarna í upphafi í mars í fyrra var alltaf bara hræðilegt og endalaust ófært líka landleiðina. Þannig að við fundum mjög fljótlega fyrir því að þeir sem fóru sýnatökur hér, þeir þurftu ofta að bíða dálítið lengi eftir niðurstöðum. Þannig að við fórum bara á fullt að reyna að fá samþykki fyrir því að setja upp veirurannsóknastofu hér og sérstaklega líka á þeim forsendum að við erum varasjúkrahús landsins. Þannig að staðan hún í raun og veru bara fór mjög snemma að bitna á almenningi? Já, að einhverju leyti. En að setja upp veirurannsóknastofu, það nú ekki gert bara svona, fyrir hádegi og þriðjudegi? Nei, það er ekki gert fyrir hádegi og þriðjudegi. Þetta var mikil vinna og langt ferli. Það þurfti náttúrulega að útvega tækjabúnað og við höfum svolítið lagt áherslu á það að vera sambærilegum tækjabúnaði búin og Landspítalinn. Og við erum með staðlaðar aðferðir sem eru þær sömu og þær, eða þau fyrir sunnan. Af því við erum varasjúkrahús, við erum í sama tölvugrunni, þannig að sé hægt að bera okkar niðurstöður saman við allt sem er fyrir sunnan. Þannig við fórum í að útvega okkur tæki eins og þeir eru með. Og það tók, ég held að það hafi verið í júní sem við pöntuðum þau. Og við vorum að fá þetta svona öryggishútið, tók einhverja 2-3 mánuði, það var komið í byrjun september. PCR-tækið kom aðeins fyrr minnum í lok ágúst en við gátum ekkert gert með það eitt. Og einangrunarbúnaðurinn fyrst þegar hann kom þá bilaði fyrir sunnan. Þannig að við þurftum að lána það í smá tíma fyrir sunnan á meðan það var verið að gera við þeirra tæki. Þannig að við fengum það ekki norður alveg strax heldur. En það kom sér vel að geta að lána þeim tæki. En þessi búnaður allur, er þetta flókin búnaður? PCR-búnaðurinn er alveg mjög flókin, þar ertu að magna upp erfðaefnið og ég þekki kannski ekki alveg nógu vel fræðin þar á bakvið, en þetta er rosalega mikil handavinna að greina þessar veirur. Þú þarft að pípetta þær og mæla þær í hólf og svo fer þetta í tæki því við erum með svona sjálfvirkstæki þar sem að sýnið er flutt á milli vökva meðan að vera einangra erfðaefnið úr veirunni. Og þegar við erum búin að einangra erfðaefnið úr veirunni þá setjum við þetta í þessa PCR-mögnun og blöndum því saman við ákveðin target eins og við köllum það sem að við erum að leita að ákveðnum erfðaefnum sem veiran inniheldur. En þessi tækjabúnaður sem að þurfti að kaupa inn, það voru væntanlega fleiri heldur en Akureyringar eða Íslendingar sem að vantaði svona búnað. Hvernig gekk það allt saman? Það tók langan tíma. Þetta er allt sem hann pantað að utan og það tók bara verulega langan tíma að fá þau afhent og var mikil eftirspurn og skortur eftir tækjum í heiminum. En þegar þið voru að tala fyrir mikilvægi þess að fá þessa aðstöðu, á hvaða veggi rákuð ykkur í raun og veru? Kannski upphaflega að þá töldu þeir sem að hafa peningana. Þeir töldu þetta væri bara nægjanlegt fyrir sunnan og áttu þessi kannski ekki alveg á samgöngu vandræðunum sem við stóðum fram fyrir. Þannig að það var svona fyrsta stopp en svo fengum við samþykki fyrir því að gera þetta sumarið. Þegar það var kannski líka komið í ljósa að þetta var ekki faraldur sem tók 2 mánuði, heldur var hann að ílengjast. En að koma upp svona rannsóknastofu, það þarf væntanlega sér hannað rými fyrir þetta allt saman. Já, veiran er í upphafi skilgreind þannig að þú þarft að vinna hana undir það sem við köllum lífverndarstöðull 2, sem er sem sagt ákveðin stöðull til að verja starfsfólki sem vinnur við þessar rannsóknir og við þurftum að útbúa, við vorum ekki með svona rými til staðar, þannig að við þurftum að fara í að smíða og byggja. Þannig að við bjuggum til þetta rými og það er þannig hannað
að þú þarft að vera með svona slússu fyrir framan rýmið sem við vinnum sýnin og það þarf að vera mismunandi þrýstingur á milli slússurýmisins og rýmið sem við vinnum í. Þannig að veiran komist í rauninni ekki á milli rýma og slússurýmið má aldrei vera opið í báðar áttir á sama tíma. Þannig að maður þarf að fara inn í slússuna, loka báðum hurðum og fara svo inn í rýmið og öfugt. Og hurðarnar eru stiltar þannig að það er ekki hægt að opna þær á sama tíma. Þannig að loftskiptin þarna hjá ykkur, þau eru mjög ör. Já, og það var sett alveg sérstakt svona loftkerfi í þetta rými. Þetta er frekar lítið rými en það dugar okkur. En þegar tækjabúnaðurinn er komin, hvað með þjálfun starfsfólks til dæmis? Já, við fórum 2 suður á veirudeildina bara í hámark COVID, bara fengum okkur hótel bara í næstu götu bara við hliðina á veirudeildina hérna í Ármúla og við fórum ekkert nema bara á hótelið og inn á veirufræði og vorum hérna í við fórum fyrst í 1 dag og fórum svo heim og aðeins vorum að melta þetta og fórum svo aftur í 2 daga og vorum bara í vinnubúðum hjá þeim og bara lærðum nákvæmlega þeirra aðferðir og fengum afrit af skjölum hjá þeim til þess að bara útbúa okkar eigin út frá þeim. Þannig að þetta, og svo fórum við heim aftur, við vorum ekki byrjaðar strax, þetta var í nóvember. Þannig við vorum bara svona aðeins að melta þetta og svo vorum við bara í beinu sambandi alltaf við þær og hringja í þær og tala við þær og hana fyrir sunnan, eða þau, alltaf ekki bara þær. Og þau hjálpuðu okkur rosalega mikið að koma svo stað. En þessi staðreynd að þetta sé ekki mjög stóru deild en að koma upp svona löguðu, þetta er þó nokkuð flókið, notuðu bara íslensku aðferðina á þetta reddast? Nei, við gerðum það ekki, við vönduðum okkur við þetta. Þetta þarf alltaf að vera staðlað og við fáum í rauninni ekki heimild til þess að byrja neinar skimanir fyrir en allt er orðið tipp-topp og búið að samkeyra ákveðin fjölda af sýnum, ég held að það hafi verið 100 sýni sem við samkeyrðum. Það voru örugglega 20-30 jákvæð sýni og 70 neikvæð sýni sem við sendum suður og létum keyra fyrir sunnan líka og bárum saman niður stöðurnar. Af því við fáum tölulegt gildi úr þessu þó að við svörum út að við bara jákvætt eða neikvætt. Þannig að við þurfum að geta borið saman þetta tölulega gildi við þá fyrir sunnan. Þannig að þetta eru svona, hvað þá alþjóðlegir staðlar sem að þið þurfið að uppfylla alveg, þannig að þetta sé nú allt saman pottþétt. Já, og við erum með leyfi frá ráðuneytinu til að starfa, til að greina tilkynningarskylda sjúkdóma. Við fengum leyfi fyrir því, við höfum alltaf verið með svona tímabundi leyfi en við erum komið með leyfi fyrir að vera með greiningar á tilkynningarskyldum sjúkdómum. En hver er svona afkasta getan þá hjá ykkur núna í dag við að lesa úr þeim skimunum sem að þið eru að fá inn til ykkar? Við getum einangrað 200 sýni á 192 sýni á klukkutíma og þá tekur við PCR sem er líka rétt rúmur klukkutími. Við eigum bara 1 PCR-tæki, erum búin að óska eftir að fá annað. Þannig að flöskuhálsin er þar ef við fáum þetta mörg sýni að það er PCR-tækið en við hefum verið í mjög góðu samstarfi við líffræðingana hérna upp í háskóla og þeir eiga PCR-tæki sem þeir gætu hugsanlega lánað okkur ef við fáum ekki leyfi til þess að fjárfesta í öðru. Þannig að það er hægt að auka afkasta getuna með tiltölulega litlum fyrirvara þá? Já. En þessi búnaður, hann er væntanlega mjög sérhæfður? Já, hann er sérhæfður og þú þarft sérhæfða þjálfun á þennan búnað. Og maður þarf að kunna bæði að setja upp aðferðirnar á þennan búnað. Það er ekki ein og sama aðferðin fyrir allt. Þannig að maður þarf að kunna svolítið á hugbúnaðinn hann inn í þessu. En núna sem sagt á þessum tímapunkti þú talaðir að sjúkrahús á Akureyri sé vara sjúkrahús landsins. Hversu mikilvægt er það í raun og veru að þessi búnaður sé til staðar? Það getur hæglega komið eitthvað upp á fyrir sunnan og þá getur þið lykil hlutverki? Já, það getur gert það og við vorum spurð að því hérna þegar titringurinn var allur hérna á Reykjanesinu því það var ekkert vitað hvers slags kannski gos myndi koma ef það þyrfti að vísa öllu flugi norður hver okkar afkasta geta væri. Þannig að við náttúrulega bara svöruðum því og bara í svoleiðis aðstæðum að þá er mjög mikilvægt að geta skimað. En núna sem sagt hvaða svæðum eru þið þá aðalega að sinna? Það er þá Norðurlandi eða hvað? Já, það er Norðurlandi. Við fáum einstaka sendingar frá Sauðárkróki. Það er svona eftir í hvora áttina er hentugra fyrir þá að finna leið fyrir sýnin. Þeir senda líka töluvert suður. En Siglufjörður, Ólafsfjörður, Dalvík, Akureyri, Húsavík, Þórsöfn,
Kópasker, Vopnafjörður. Við erum að fá sýni frá þessum stöðum í dag. Þannig að þið eru núna sem sagt á þessum mánuðum vantilega búin að greina nokkur 1000 skimanir eða hvað? Já, við byrjuðum 11. desember og við erum búin að vera greina svona bilinu 12 til 1500 sína mánuði síðan þá. Þannig að það hefur ýmislegt gengið á hjá okkur, þetta eru langir dagar. Þetta eru langir dagar og allir hátíðisdagar, öll jólin og allir páskarnir. En hversu stór deildin, þið eru hvað, innan við 10 í raun og veru sem eru að sinna þessu? Við erum bara 6 sem sinnum þessu. Það er ekki búið að þjálfa fleiri upp en við þurfum að þjálfa fleiri upp fyrir sumarið. En við byrjuðum 5 og við erum búin að bæta einni við og svo erum við að fara að bæta annari við. Þannig að það tekur alveg tíma að þjálfa upp starfsmann í að gera þetta. Þú þarft að vera allt í öryggur bæði, þetta eru gröf sem þarf að lesa úr, þannig við þurfum að geta lesið úr gröfunum og það er þjálfun. En er það að sjá fram á þá núna eftir því sem að fleiri fá sem sagt, sprautur í sig eða sem sagt, mótefni í sig að það fara að hægjast um? Já, það gerir það væntanlega. Landamæraeftirlitið verður náttúrulega áfram til staðar og fólk sem kemur til landsins og kannski er búsett hér fyrir norðan eða ætlar að dvelja hér fyrir norðan, það kemur í 5. sýnatökuna hér. Niður í strand hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands og við skimum þau sýni. En hvað með fólk sem að vill fara og kemur þá án tilvísunar, það er þó nokkuð stór hópur eða hvað? Í veiruskimun eða eitt að tala um mótefnamælinguna. Þú pantar þér veiruskimun, einkennaskimun bara í gegnum heilsuveru held ég að þú gerir og mætir þá bara í þá sýnatöku. Ef þú vilt koma í mótefnamælingu þá pantar upp tíma í blóðprufi upp á sjúkrahúsinu Akureyri og þú tekur fram að þú viljir fá mótefnamælingu og það er hægt að koma í það án tilvísunar. Og þú greiðir bara fyrir það, sjúkratryggingar taka ekki þátt í því. En þessar skimanir sem að þið eru núna að framkvæma og þessi búnaður að sem sagt, það þarf að bíða eða ekki í 3, 4, 5 klukkutíma eftir niðurstöðu? Jú, það þarf að gera það. Við erum svona, eftir hvað þetta eru mörg sýni, þá erum við svona hálftíma til klukkutíma að hirða sýninu úr upphaflegu glösunum sem þau koma í. Svo eru þau í 18 mínútur til klukkutíma í einangrunarferlinu og svo söfnum við saman í PCR-gæslu þannig að ef við getum tekið 32 sýni í einu sem eru 18 mínútur í einangrun og við tökum inn í PCR-ið alltaf 96 sýni þannig að ef við erum með alltaf 96 sýnum að þá söfnum við einangrunni saman þannig að við þurfum ekki að gera margar PCR-mælingar að því PCR-mælingarnir eru klukkutími. En svo eru líka til búnaður sem að tekur mun skemmri tíma að fá niðurstöður sem svona, bara hraðpróf nokkuð skonar. Já, við eigum 2 hraðpróf sem við erum komin með kit í til að greina þessa veiru og þau eru notuð eins og fyrir fólk sem kemur inn á bráðamóttöku og er með kannski einhvers konar COVID-einkenni að þá notum við þennan skyndibúnað til þess að mæla, í þessum hraðprófum þá mælir maður bara 1 próf í einu. Þú mælir ekki mörg próf í hverju tæki í einu og það er hagkvæmara og þægilegra að mæla á þessa tæki þegar þú ert bara með stöksýni af því að í hinum skimunarsýnunum þá erum við í rauninni bara með 1 keislu á dag eða 2 ef það fyrir yfir 96 sýni. Þannig að við erum ekki að ræsa þann búnað nema bara 1 sinni á dag þegar búið að safna sýnum þann daginn. En þessi PCR-próf, hvað er PCR fyrir nokkuð? Þetta er mögnun á erfðaefninu. Ég er ekki alveg með samt svona kannski alveg tæknilega hliðina þarna á bakvið með PCR-ið en þetta er mögnun á erfðaefnunum sem við erum að leita eftir og erum með target fyrir. En þessi tækjabúnaður, getur hann nýst við einhverjar aðrar rannsóknir þegar COVID-inu lýkur? Já, hann getur það. Þetta er bara almennu rauntíma PCR-búnaður þannig að það er hægt að greina erfðaefni úr frumum og bara bakteríum og veirum þarna, bara eftir í hvaða kit maður kaupir eða hvaða target maður notar og við sjáum möguleikann þarna að því við erum komin með þennan búnað og mikið af vísindarannsóknum eru gerð á svona búnað að við getum eflt samstarfi eins og bara við Háskólann á Akureyri og það er hægt að senda þá nema til okkar í vísindarannsóknir
og einnig lífeindafræðinema sem eru þá kannski í Háskólanum í Reykjavík, Háskóla Íslands, að þeir geta komið og gert lokaverkefni hjá okkur. Þannig að þú sérð fram á að þessi búnaður hann verði notaður umtalsvert í náinni framtíð? Já, ég vona það, að það sé raunin. En eru þið svona núna þegar þetta er allt saman farið að ganga, að þið eru búin að sanna að það er mikilvægt og nauðsynlegt að hafa slíkan búnað ekki bara á einu stað á landinu? Já, það er mikilvægt. Og það er komið skilningur á því þá væntanlega land allt og staðar? Já, ég held að þessi fólk sé búið átt að segja á því að það er mjög mikilvægt að hafa öfluga rannsóknarstofu annars staðar heldur en á Suðvesturhorninu. En hvað með svona frekari tækjabúnað? Eru þið eitthvað svona farin að svona spá í þá hluti alla að útvíkka starfsemina með einhverjum hætti? Við erum að reyna að efla tækjabúnað bara í sýkladeildin okkar. Við erum til þess að geta verið með hraðari greiningar á bakteríum og kannski þá útskrifað fólk fyrr heldur en er í dag, þannig að við erum svona með það í ferli núna. En annars tel ég okkur bara nokkuð vel tækjum búin í bili. Þegar að vísa stóru tækjun okkar er að verða, þetta allt í gömul, og þannig að það fer að koma að endurnýjun, en ekki alveg, kannski alveg strax. En öll þessi vinna, þetta er mikið teymisvinna væntanlega? Já, rannsóknarstofan hjá okkur hún er umfangsmikil með tilliti til þess að við erum með margar greinar inni hjá okkur og við, eins og ef ég færi suður og ætlaði að sækja vinnu þá myndi ég sækja bara vinnu á einhver einu sviði af því það er allt saman bara einangrað þar. En hérna þarf ég að vinna við klíníska kemíu, ég þarf að vinna við blóðmennafræði, sýklafræði, veirufræði, blóðbankann. Þannig að þetta er allt umfangsmikið og starfsfólkið mitt þarf að vera fært á öllum þessum sviðum til þess að geta tekið bakvaktirna sem við þurfum að taka á kvöldinu og nóttinni. En hjálpaði þetta ykkur allt saman í þessu ferli? Það þurfti að hafa hraðar hendur við að setja þetta allt saman upp? Já, klárlega, já. Við höfum gríðarlega víðtæka reynslu í að vinna með tæki, mismunandi tæki, af því það eru tæki á öllum þessum einingum sem við þurfum að kunna skila á. Þannig að klárlega hjálpaði það okkur að við erum tæknivætar og tækjaveitar hérna. En almenningur, hann virðist hafa gríðarlega mikinn áhuga á þessu öllu saman sem að eðlilegt er. Þið væntanlega eru að fá til ykkar alls konar spurningar bara COVID-ið og hver er munurinn á þessu bólefni og hinu og svo framvegis? Já, við reyndar kannski erum svolítið lokaðar inni, þannig að það er svolítið fáið sem vita af okkur og hvað við gerum. Við tökum ekki bara blóð eins og margir halda. Við erum í öllum þessum greiningum og gefum frá okkur svör og við erum undir ákveðinni pressu og við þurfum að skila frá okkur svörum innan ákveðina tímamarka til þess að bara veita almennilega þjónustu. En þessi vinna ykkar öll saman, samspilið við aðrar heilbrigðisstofnanir og svo framvegis, þetta er þó nokkuð flókið ferli eða hvað? Já, við fáum sýni send frá öðrum heilbrigðisstofnunum og rannsóknir sem að til dæmis það eru minni rannsóknarstofur víða landið. En þær gera kannski töluvert minna af því að það eru bara miklu minni. Þannig að við erum að fá mikið af sérhæfðari rannsóknum frá þessum stöðum sem við greinum til dæmis. En þegar þetta skall allt saman var svona á einhverjum tímapunkti sem að þið bara hugsuðu með ykkur, þetta bara gengur bara alls ekki upp? Maður var náttúrulega orðin svolítið svartsýnn þarna fyrst þegar við fengum synjun fyrir fjármagnið til þess að fara í þetta, þannig að þá maður var bara allan daginn í að pakka sínum og senda suður og allt saman sendt suður til greiningar. Þannig að það var dálítið stór partur af vinnunni á deildinni minni, það var að pakka þessu og koma þessu suður í upphafi. En eftir að við fengum heimild til þess að gera þetta, þá var bara að ákveða hverjir tækju það að sér og fylgja því eftir og það gekk bara vel. Og það kannski hjálpaði líka til, ég var nýlega tekin við sem forstöðumaður. Ég var búin að vera í hálfan mánuð þegar COVID skall á. Þannig að þetta var alveg pakki sem ég fékk í fangi bara. Og það kannski hjálpaði mér að ég var fersk og ég var ekki orðin föst í einhverjum svona verkum sem að drógu mann eitthvað niður eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég var full af eldmóð allavega.
Voru það miklir fjármunir sem var að ræða, sem þurftu til þess að starta þessu öllu saman? Nei, ekki í stóru samhenginu held ég. Þetta ég veit ekki hvað ég á að segja. Þetta allavega ekkert einhverju 100 milljóna? Nei, þetta er undir 50. En allavega að ykkar starfsemi, hún nú þegar farin að sanna sig að þetta sé nauðsynlegt að hafa þetta á fleiri heldur en á einu stað á landinu. Já. Það alveg þannig, sko. Og að því líka við erum með mótefnamælingarnar, þannig að það svo oft sem þarf að bæta þeim við með COVID-sýnatökunum. Ef það einhver vafasvar eða lágja ákveð svörun, að þá þarf að mæla mótefni og við erum með þær rannsóknir líka, þannig að við getum í rauninni klárað allan pakkan hér. Þetta núna svona, það komið svolítið svona reynsla á þetta nú farið að ganga svolítið smurt hjá okkur, eða ekki? Jú, þetta gengur bara mjög vel. Sýnin að koma, við erum búin að breyta sýnatökutímar, eða fengum þau Heilbrigðisstofnun Norðurlands til að færa sýnatökutíman, þannig að sýnin að koma fyrr, þannig að við náum svona mestuleita að sinna þessu bara innan okkar dagvinnuramma, nema fyrir utan náttúrulega helgarnar, sko. En þegar verið að senda út til þeirra sem hafa farið í skimun, sjáu þið til dæmis það að senda SMS-ina niðurstöðurnar? Það gerist sjálfkrafa. Þegar við svörum inn í okkar kerfi, að þá flyst það sjálfkrafa inn í grunn þannig að fólki fær sjálft SMS. En allur þessi tölvubúnaður, hefur hann alveg virkað sem skyldi og þetta þarf allt saman að vera samkeyrt við heilbrigðiskerfið? Já, þetta hefur virkað. Það reyndar tók smá tíma að fá þetta til þess að virka, af því að við vorum ekki, í upphafi þá sá Íslensk erfðagreining mest þessar skimanir fyrir sunnan og það var búið að útbúa þetta landamæra app sem talað og hann var tengdur við það og var beintengdur því og svörin frá honum fóru þá beint til fólks. En kerfi sem var notað á Landspítalanum var ekki orðið tengt, þannig að við tengdumst í rauninni aðeins á undan þeim. En núna eru þau náttúrulega tekin við af Íslensk erfðagreiningu við öllum þessum skimunum, þannig að þau eru að njóta þá góðs af því að það er búið að tengja okkur, þau eru með sama tölvukerfi, þannig að þau taka þá bara upp í rauninni tengingu eins og við erum með. En núna svona lærdómurinn eftir þetta allt saman hjá ykkur, hvernig á að byggja svona upp, hver er hann? Hann er mikill og þetta var bara mjög öflugt verkefni og hefði verið hægt að skrifa þetta bara heilmikla ritgerð sem lokaverkefni og bara maður er bara fullur af reynslu og fróðleik eftir svona og bara betur kannski tilbúin til að takast á við næsta verkefni sem kemur. En fyrir sjúkrahúsið á Akureyri að geta bent á að stofnunin sé með slíka rannsóknastofu, það hlýtur að vera töluvert virði? Já, það er það. En svona núna það sumardagunum, fyrsti sumarið að koma, hvað með sumarfrí hjá ykkur á þessari deild? Sumarfríin hjá okkar deild hafa alveg verið mjög strembin. Við vinnum dálítið vel þann tíma sem við erum ekki í sumarfríi. Það er bara alveg bara hverja helgi oft og alla virka daga. Við erum stétt sem við erum dagvinnustétt. Við vinnum alla daga okkar dagvinnu og tökum svo vaktir eða bakvaktir og þar fyrir utan, bæði helgar og kvöld og nætur. Þannig að við þurfum að vinna helgar ofan á alla okkar dagvinnu. Þannig að þið svona, gleðjist yfir því eftir því sem að fleiri fá mótefni, þá verður hugsanlega svolítið minna að gera yfir ykkur. Já, og við erum alveg til í að það verði ekkert allt of mikið að gera í þessu í sumar, en við sjálfsögðu náttúrulega gerum það ef það verður og þá bara þjálfum við upp fleiri og það getur vel verið að koma upp svo stað að við þurfum að þjálfa sumaraflýsingun okkar. Sumaraflýsingafólkið okkar hefur ekki tekið vaktir hingað til. Við erum yfirleitt ekki að fá útskrifaða einstaklinga, þetta eru yfirleitt nemar og nemar hafa ekki heimild til þess að gefa út svör. Þannig að það er alltaf að vera á ábyrgð okkar sem eru með prófið. En þetta hefur verið í svolítið svona spennandi og skemmtilegt verkefni líka, eða ekki? Jú, mjög. Þetta var, eins og ég segi, bara allt samstarf líka við, eins og veirufræðadeildina fyrir sunnan, maður kynnist fullt af fólki, maður nær tengingum, þannig að það er auðvelt að leita til þeirra og fá aðstoð ef eitthvað er. Þannig að þetta var bara jákvætt á allan hátt, held ég. Og háskólinn hér líka, við fengum líffræðinga 2 sem að vinna hér í háskólanum, þeir koma aðstöðuð okkur. Þannig að þetta var samstarf og bara gekk mjög vel. Og sjúkrahúsið á Akureyri stendur þá líka undir nafni sem Varasjúkrahús landsins. Já,
það gerir það. Inga Stella Pétursdóttir, þakka þér fyrir komuna. Takk sömuleiðis.